Ég heiti Njáll handsterki. Ég frá Beggahvoli, mér var troðið inn í tunnu fulla af púðri og mér var skotið út í geim. Já. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast. Þar kom mér margt undarlega fyrir sjónir, þó sérstaklega geimverurnar sem voru með svo langar lappir. Þær vöfðust fyrir sjálfum sér og mér og þér og öllum hinum sem eru hvort eð hundleiðinlegir. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast og snúast. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast og snúast. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast og snúast. Ég heiti Njáll handsterki. Ég frá Beggahvoli, mér var troðið inn í tunnu fulla af púðri og svo skotið út í geim og svo skotið út í geim. Ó já. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast og snúast. Að standa upp á stærsta ostykki í heimi og horfa á jörðina snúast og snúast. Þegar ég kom aftur til jarðar fannst mér það hundleiðinlegt